Komið sæl og blessuð og komið sæl kæru jarðarmerki. Þessi logn er fyrir steingeit, naut og meyjur, jarðmerkin í dýraríkinu, og ég ætla að gera þetta svolítið annan máta en ég er vön núna. Mikið af því sem kemur upp þegar maður er að lesa fyrir fólk eða miðla fyrir fólk eru samskipti fólks við aðra, og stundum eru þau jákvæð og ljúf en oft á tíðum eru erfið samskipti í gangi. Það getur verið á milli ástvina, fjölskyldu, það getur verið við vini, eða hvað sem er, og ég ætla að tileinka þennan lestur og þá sem ég seti inn þessa vikuna samskiptum við aðra. Þannig ef þú ert naut, steingeit eða meyja og átt í erfiðum samskiptum við einhvern í þínu lífi, þá er þetta skilaboð til þín. Ég er búin að draga spilin bara svona til að spara tíman og ég bæti síðan við nokkrum spilum eftir því sem álíður. En kjarni málsins hérna. Hér virðist erfiðleika sem að lýsa sér í hálfgerðu stríði sem er í pattstöðu. Það eru aðilar beggja megin borðsins sem telja sig hafa nokkuð til síns máls og hvorugur aðilinn er tilbúinn að gefa eftir, og þess vegna eru málin óútkljáð. Þetta virðist vera búið að grassera í svolítinn tíma, og það sem hefur áhrif hérna er það að annar aðilinn eða aðilinn sem er öðrum megin borðsins hefur aðeins dýpri innsýn í hlutina heldur en þeir sem eru hinum megin, og það eru særindi sem rista djúpt, og við erum jafnvel að tala að það hafi átt sér stað slit milli elskenda eða djúp vináttu slit. Annar aðilinn hefur hörfað og getur ekki tekið ákvörðun hvað hann eigi að gera. Hinn aðilinn er meira yfirvegaður og bíður átekta rólega. Það er gamalt máltæki sem segir sá vægir sem vitið hefur meira, og hérna sýnist mér að verði það úr að annar aðilinn dragi sig út, það er að segja vægi, og til að skapa jafnvægi tekur hann þá afstöðu að draga sig út eða fjarlægja sig úr aðstæðu. Oft er það mjög skynsamleg ákvörðun, og mér sýnist þessi aðili vera kona eða aðili sem býr yfir sterkri kvennorku
Það þarf þó ekki alltaf að vera. Og þetta kona sem að býr við djúpri þekkingu og hefur innsýn í hvernig málin standa. Þessi kona er ekki gallalaus eða þessi aðili sem ræðir. En þessi aðili gerir hvað hann getur til að halda málunum í jafnvægi. Það skiptir hann máli að það sé ekki misklíð og þess vegna bakkar hann út til að viðhalda ákveðnum friði en leið ákveðnum ástandi, svona status quo. Þessi aðili er engu að síður sár og það hafa orðið hérna djúp særindi sem að ef til vill verður erfitt fyrir þennan aðila eða þessa konu að ná sér almennilega eftir. Þið sem eru að hlusta, ef að þið eru tengt þessum stjörnumerkjum sem ég taldi hér í upphafi, jarðmerkjunum, þá getur verið ákveðin þrjóska til staðar hjá ykkur. Og oft er það þannig að undir niðri, þó að þau séu mjög jarðbundin og sterk á yfirborðinu, að undir niðri búið yfir miklu næmi, miklu tilfinninganæmi og þegar einhver særir ykkur þá gleymið þið því ekki svo fljótt. Það er ákveðið jafnvægi eins og ég sagði áðan, en jafnframt eru málin ekki leyst og hinn aðilinn sem ég ætla aðeins að tala núna er ákaflega tvístígandi á milli þess að taka af skarið og reyna að bæta samskiptin eða að láta hlutina bara vera eins og þeir eru. Það á sér mikið hugarstríð stað í innra með honum, þeim aðila, og það getur tekið einhver tíma áður en að sá aðili er tilbúinn að sjá að sér. Því í þessu tilviki sýnist mér, þó ég vilja ekki taka beina afstöðu, þá sýnist mér sökin vera meira hans megin. Einhvers staðar segir að enginn geti sært mann nema manneskjan sem að manni þykir verulega vænt um. Annars myndi særindin ekki ná djúpt og ég held að það eigi við svolítið í þessu tilviki. Þetta eru tveir aðilar sem þykir ákaflega vænt hvorum annan en eru komnir í þessa pattstöðu. Ef og þegar þessi staða leysist, þá verður ákveðin það verður ákveðið þroskastig sem verður tekið með því og þetta er skref fram á við fyrir báða aðila. Þetta verður lærdómur í því að standa fast á sínu og sýna ekki meðvirkni, sýna ekki undirgefni, heldur standa fast á sínu og vera ákveðin
með sínar skoðanir, skulum við segja. Það er líka ákveðin lexía hér sem er fólgin í því að læra að biðjast fyrirgefningar. Það er kúnst sem ekki öllum er kunn. Og þar er ákveðin lærdómur að baki. Til að læra að biðjast fyrirgefningar þarftu að sýna ákveðna auðmýkt, og þrjóska og auðmýkt fara mjög illa saman. En ég ætla að draga hérna fleiri spil. Hérna höfum við spil sem heitir Gömul innræting. Það er kominn tími til að sleppa gömlum innrætingum og stíga inn í nýjan veruleika. Gamla sagan og hringir úr fortíðinni, hringiður úr fortíðinni sem innihalda sektarkennd og skömm passa ekki lengur. Findu út hvað hljómar ekki lengur fyrir þér og hvað er ekki lengur þín byrði að bera. Slepptu því sem hefur verið að íþyngja þér. Þannig að hérna verið að benda á ákveðið æðruleysi og að aðilinn sem umræðir, sem þessi skilaboð eru til, að hann stígi inn í nýjan veruleika en láti gamla innrætingu ekki stöðva sig. Gömul innræting getur verið það að þú eigir alltaf að lúffa, að þú eigir alltaf að gefa eftir, að þínar skoðanir sé ekki marktækar, að þínar tilfinningar sé ekki marktækar. Ýmislegt gamalt sem að fólk sem kannski vissi ekki betur í fortíðin okkar kenndi okkur. Og þá er það okkar þroskaskref í dag að stíga út úr þessu gamla og tileinka okkur ný viðbrögð. Síðan er það seinna spilið sem er ákveðin lausn á þessu fyrra spili. Passar ákaflega vel við. Þú hefur kosið að stíga inn í hærri orku sem passar þér og ferð þinnar sálar og þinni æðri þekkingu. Þú býr núna yfir þeirri vitneskju að þú hefur engin takmörk og þú ert tilbúin fyrir umbreytingu. Þetta spil heitir umbreyting. Þannig að leiðu þú ert kannski að umbreyta gömlu mynstri innra með sjálfri þér, þegar að þú ert að fást við þessi erfiðu samskipti, þá ertu leið ekki bara að umbreyta samskiptum þínum eða samskiptamátanum þínum, heldur ertu að umbreyta ákveðinni orku í þér og þar að leiðandi sjálfu þér í leiðinni. Þessi orka kemur þér á hærra plan og opnar þig fyrir, ég skulle segja, meiri visku, æðri visku. Gerir þig að betri manneskju en þú varst áður.
Þannig að þetta lærdómur sem hefur marga plúsa í för með sér. Eitthvað ætla ég að taka hérna í viðbót. Það eru líka að koma hérna skilaboð að í sambandi við þessi samskipti að þú gerir þetta af æðruleysi án þess að setja sjálfa þig á háan hest og án þess að gera lítið úr hinum aðilanum, heldur senda honum bara kærleika og fallegar hugsanir. Hér er verið að tala sjálfstraust og sjálfstrausti sé lykillinn að velgengni. Þú þarft að hafa sjálfstraust til að standa á skoðunum þínum. Þannig að það er margt til í þessu. Eitt spil ætla ég að draga í viðbót sem lokar spilið ykkar. Þetta verður svona loka lexía varðandi þessi samskipti því að leið og þau leysast þá held ég að ykkar vinátta, ykkar samband, hvernig sem því er háttað, muni verða í raun og veru betri en áður. Hér er verið að tala að gefa einhverjum nærveru þína, að það sé mikil og góð gjöf og félagsskapur tveggja sem er afskaplega fallegur. Þannig að hafðu trú á því að þessi samskipti muni leysast og verða betri en áður og kannski betri en nokkuð tíma fyrr. Og ef til vill er þetta hnútur sem að þessir aðilar sem ég talaði þurfa að leysa sín á milli til þess að komast yfir einhvern ákveðin þröskuld, til þess að taka ákveðið þroskastig sem er nauðsynlegt til að samband þeirra gangi upp. Þannig að líta á þetta sem verkefni en ekki einhverja hindrun, heldur verkefni sem þarf að leysa. Og ég gef engan tíma á þetta annan en það að ljónsmerki kemur hérna upp í þessu spili sem gæti þýtt að þetta verður með sumrinu. Ljónsmerkið er jú í júlí, ágúst. Þá ætla ég að þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa og senda ykkur ljós og kærleika með vonum að þetta blessist og leysist.